langar að við syngjum þetta einu sinni enn og ég ætla að minna ykkur á orðinni í Jeremía sem segir að þar sem Guð segir orðin sem ég legg mitt orð sem ég legg þér í munn þau eru eldur sem eyða óvinum þínum. Þetta er Jeremía 5:14. Mitt orð sem ég legg þér í munn, það er Guðs orð í þínum munni, það verður eldur. Og þegar við syngjum þetta, þá vil ég líka minna á að veldisbroti guðleysisins, hann mun ekki ríkja á landi réttlátra. Og við ætlum að syngja þetta bara í það sem við segjum intercessory prayer, frammi fyrir augliti Guðs, og þó það sé ófriður í heiminum, þá lýsum við því yfir að okkar Guð, hann ríkir. Amen. Ég held að það sé svo mikilvægt að við höfum það í and okkar að okkar Guð, hann ríkir. Hann ríkir, hann ríkir, hann ríkir. Og veldisbroti guðleysis, hann stjórnar ekki mínu lífi. Tíðarandinn stjórnar ekki mínu lífi. Umræðan á kommentakerfinu stjórnar ekki mínu lífi. Jesús Kristur er drottinn. Og þess vegna syngjum við Halleluja, our God reigns. Halleluja, our God reigns. Halleluja, our God reigns. Forever all my days I will love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Forever all my days I will love you, Lord. Hallelujah. Amen. Vil ég segja með mér, þú ert Guð vors lands Þú ert Guð vors lands og lands vors Guð og lands vors Guð og við lofum þitt heilaga, heilaga nafn. og við lofum þitt heilaga, heilaga nafn. Amen. Amen. Halleluja. Hann er drottinn. Sannarlega. Og það er svo nauðsynlegt, við erum að koma saman, ekki af gömlum vana. Við erum koma saman til að binda tignir og völd, til að biðja fyrir landin okkar, til að segja Jesús er drottinn yfir landin okkar. Og mér er sama hvort við erum fá eða mörg. Það sem skiptir máli er að andi drottins er meiri og hann gengur út þegar við biðjum, þegar við lofum hann. Já. Halleluja. Amen. Takk Jesús. Þau eru farin niður, Siggi minn. Þú mátt fara með þau bara niður. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Amen, Jesús. Það er einn kór hérna, einn í viðbútt. Guð, ég þrá að dvelja, fallegu kór. Eftir. Guð, ég þrá að dvelja við fætur þínar í dag. Hjálpa mér að velja að þjóna þér sér hver dag. Guð, ljósið þú er sem lýsir mér, þó ég far dimman dal, þú er hjá mér. Ég gefa mig þér, mitt hjarta og sál. Guð, í hjarta mínu tendrað var. Kom, þú helgur andi, með spurningu himnum frá. Nátt og elsku drottinn, gef flæði hans hásæti frá. Ljósið þú er sem lýsir
hjarta mínu tendraðu mál. Ljósið þú sem lýsir mér, og ég far dimman dal, þú hjá mér. Ég gef apinn þér, mitt hjarta og sál. Guð í hjarta mínu tendraðu mál. Ljósið þú sem lýsir mér, og ég far dimman dal, þú hjá mér. Ég gef apinn þér, mitt hjarta og sál. Guð í hjarta mínu tendraðu mál. Guð í hjarta mínu tendraðu Father God, I give all things and praise to you. Oh, Father God, my hands I humbly raise to you. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. Father God, I give all thanks and praise to you. Oh, hallelujah. Father God, my hands I humbly raise to you. Oh, for your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and worship Father God. Hallelujah. Father, við stöndum. We stand in awe and we worship you. Amen. We worship you. We magnify your name, Lord. Við tilbiðjum þig, ó Guð. Enginn sem þú, enginn sem þú. Og Drottinn, við trúum því að Drottinn minn, virki og vígi brotni þegar við lofum þig. Við trúum því, Faðir Guð, þegar Hvítasunnu-kirkjan í Keflavík kemur saman. Þá Keflavík fyrir kraftaverk, Reykjanesbær fyrir réttlæti og fólk mun byrja að stefna á ljósið, stefna á kraftinn sem gengur út frá samfélagi þinna barna. Ó Guð, þakkaði fyrir að þú ert almáttugur Guð. Þakkaði fyrir að þú ert almáttugur Guð. Þakkaði fyrir að þú ert almáttugur Guð og þú hefur gefið okkur af anda þínum, ó Guð. Halleluja. Og þú ert okkar Faðir. Halleluja. Einu sinni enn. Father God, I give all praise and thanks to you. Father God, my hands I humbly raise to you. Oh, Father, mighty power and love amazes me
þig Guð. Þú ert æðstur allra. Þú ert æðstur allra. Sannarlega, Og við drottinn. stöndum með óttablandinni virðingu og lofum Já, nafnið þitt. Jesús. Drottinn, við stöndum í óttablandinni virðingu. Við lofum nafnið þitt. Við lofum nafnið þitt. Sannarlega, drottinn. Við lofum nafnið þitt. Sá dagur kemur. Drottinn minn að sér hver kné beygir sig. Já, Og drottinn, þangað til lofum við þig. Amen. Við lofum þig. Við beygjum okkur. Já, Við drottinn. drottinn segjum þú ert Guð. Sannarlega, Þú ert Jesús. sá sem stöðvar styrjaldir. Þú ert sá sem reisir upp niðurbeygða. Þú ert sá sem reisir upp dauða. Amen. Þakka þér Takk, drottinn Jesús, að þú ert að lækna og vitja í Jesú Tilkomið nafni. þitt ríki, Jesús minn. Heilagur, heilagur. Amen, Jesús minn. Já, drottinn Jesús. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Það er gott að lofa drottinn. Já, Amen. sannarlega. Það er gott að fá að vexa með drottinn okkar og frelsara og vita það að þessum degi þá eigum við allavega ákveðna sögu sem að ég vil fá að nota sem útgangspunkt í dag og ég ætla að fá að tala um hann Tómas. Það er ógjarnan sem við tölum hvort annað og það er ekki talið vera gott að bera sögur út hvort annað en við megum tala um hann Tómas. Í fyrsta lagi Tómas í Tvíburi, þið vitið það. Í öðru lagi þá erum við með Tómas hérna inni, vissuðu það. Og í þriðja lagi þá er Tómas einn af bræðrunum sem að eiga mjög sterka tilvísun til okkar sjálfra. Það er vika síðan páskarnir voru. Það er 8. dagurinn frá því Jesús reis upp eða í minningunni. Og það er svolítið athyglisvert að þessi kafli Jóhannes 20 segir okkur frá Tómasi. Og við erum búin að taka til því undanfarna sunnudaga að þá höfum við farið svolítið mismunandi í sögur þessara lærisveina og postula hvernig brugðust við þegar Jesús var að deyja, hvað lá fyrir honum og við vitum að Pétur sagði við Jesú eitt sinn, nei þetta hendi þig aldrei herra og hann var að segja þeim frá því sem hann ætti að gera, líða og deyja fyrir þá og þeir bara náðu þess ekki. Það var alveg sama hvað hann sagði þeim þetta oft að þeir voru bara skilningslausir og það var svo skýla sem var dregin fyrir augu þeirra. Svo þeirra reis upp, þá fór hann til Emmausar, hitti þarna lærisveina 2 sem voru að flýja og hann fór að segja þeim, bara spyrja þá, hvað er það sem að hendi? Hvað ert þú sá eini sem vissti ekki hvað hefur átt sér stað? Og Jesús hann ávarpaði og segir, ó þér heimskir. Segir þetta nokkuð tíma við þann sem hann ætti að tala við. Og hugsa ykkur kennari sem segir við nemanda sína, ó þú heimskur, hann er við rekinn. Hann mætti ekki segja þetta við þá, en Jesús segir þetta við, ó þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem átt að henda. Og Jesús hann rakti fyrir þeim spámanlega kenningar og sálmana og hann fór í gegnum ritningarnar og útlistaði það sem átt að verða. Og kallarnir sögðu að lokum, brann ekki hjartað í okkur. Þannig það voru mikil og djúp áhrif af biblíulestrinum sem Jesús Kristur hélt. Hvenær fórstu síðast á biblíulestur? Hvenær höfum við fengið að bjóða þér upp á biblíulestur sem brendi hjartað þitt? Sem hafði þau áhrif að þú sast eftir og vá, er það svona? Og ég býð þess að það orð sem ég flyttir í dag, það megi hafa brennandi áhrif á hjartað þitt. Að við megum skynja og sjá að eins og Jesús meðhöndlaði lærisveina sína, þeir voru heimskir og tregir í hjarta til að trúa, en Jesús gaf þeim lifandi orð. Og Tómas, einn af þessum dásamlegu mönnum sem að sagði, nei, ég trúi þess ekki að Jesús hafi risið frá dauðum. Láðu hann það? Finnst ykkur það eitthvað undarlegt?
ef að þú heyrðir það sem að gerist í útför hérna á föstudaginn, að þá væri sá maður komin upp og hann verið farin að ganga og myndir hitta hann í Netto. Nei, þú myndir ekki taka mark á því. Svona getum við séð alveg hvernig atburðirnir hitta okkur misvel. En komum og lesum núna 27. versið, og við skulum fara frá 24. til 27. vers í Jóhansi 20. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð Drottinn. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur mína í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Og ég bara þakka Guði fyrir svona efasemdar menn. Vegna þess að fyrir bragðið, tala ég á hratt fyrir. Nei, fyrir bragðið, að þá sjáum við að Tómas hann fekk að snerta og hann fekk að setja hendina í síðusárið. Og ég held að það verið hægra megin. Við Hafsteinn vorum að tala með dáðan. Ég held að síðusárið spjótið að farið hægra megin inn. Og það sést á líklæðunum í Torino, það spjótsár hægra megin í myndinni. Og þess vegna segi ég, við sjáum þetta hafa gerst eins og ritningarna tala En Jesús hann segir við hann, Tómas, þeir voru samankomnir, að viku liðinni voru lærisveinarnir hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, fríður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður. Vertu trúaður. Þetta boðskap Drottins. Vertu ekki vantrúuð eða vantrúaður, vertu trúaður. Og á hverju ætti þetta eiga erindi til okkar í dag? Við sem erum að mörgu leyti læs og skrifandi, við erum búin að fara í gegnum skólakerfið, við höfum okkar atvinnu, við höfum okkar réttindi, við höfum okkar próf og við vitum það að við erum ekki þeir asnar sem menn voru áður sem höfðu ekki farið í skóla, þið vitið. Við töljum yfirleitt fólkið í fornöld, það hafi verið ykkur að kjána og við hugsum sem svo að þeir þekkti ekki svo mikið og þá var auðvelt að telja þeim trú eitt og annað. En vitið þið hvernig stóð á því að víkingarnir gátu smíða þessi skip, að þeir ferðust fjöll og fyrnindi getum við sagt. Þeir gátu siglt frá Skandinavíu og yfir til Svartahafs. Þeir gátu farið frá Skandinavíu til Íslands og þaðan til Kanada. Vitið af hverju þetta var svona? Var það því þeir voru ólæsir og óskrifandi? Var það vegna þess að þá vantaði háskólagráður? Vitið hvers vegna við eigum píramíta? Við getum farið til Egyptalands og séð merkilegustu byggingar sem mannkynið getur státað af. Þetta var ómenntað fólk sem byggði píramíta. Hvar svo þekking í dag? Þannig getum við nefnt það að fornmenn, þeir voru bara einhver aular. Við erum ekki, eða ég ekki að líta þannig á að fyrri kynslóðir sem áður gengu þennan lífsins veg, að þetta hafi verið tómir kjánar og vitleysingar. Þetta var fólk eins og þú og ég sem fekk að reyna, sem las inn í kringumstæður og Tómas var einn af þeim. Hann las inn í kringumstæðunar og hann vissi það rís enginn upp frá dauðum nema Jesús. Og Jesús segir við hann, Tómas minn, komdu hingað. Og þegar við förum inn í þessa sögu, þá sjáum við að Tómas, hann dreginn fram fyrir lærisveinana, ekki til þess að gera hann að kjána. Þetta var ekki nemandinn sem féll á prófinu, þó hann hafi fallið á prófinu. Þó hann hafi verið vantrúaður. Þetta var nemandinn sem fekk verklega kennslu. Hann fekk að koma til meistarans og hann fekk að setja fingurna í sárin og hendina í síðusárin. Og þá það bara spurningin, var þetta ekki gróið? Voru ekki sárin gróin viku eftir að Jesús reis upp frá dauðum? Nei, þau voru það ekki. Hefðu verið gróin, þá hefði Tómas ekki getað sett fingurna í sárin.
þá hefði hann ekki þetta stungið hendinni í síðusárið. Og vitið þið, ég held að sárin í dag séu ennþá ekki gróin. Ef þú sæir Jesúm Krist, þá myndi hann ennþá vera með sárin. Af því að þau eiga ekki að gróa, þau eiga að vera til taks og til sönnunar að hann leið og dó fyrir þig og mig. Svo getum við haldið áfram. Tómas, vert ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, Drottinn minn og Guð minn. Jesús sagði við hann, þú trúir af því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð en trúa þó. Og þetta stakk mig og ýtti við mér. Ég þarf ekki endilega að sjá. Ég þarf ekki endilega að snerta á. Ég má trúa vegna þess að ég veit að það voru 500 bræður sem fengu að sjá Jesúm Krist upprisinn. Má ég taka mark á vitnisburði þeirra? Ég hef verið á AA-fundum og ég hef heyrt mennin að segja frá ömurlegri reynslu sinni af víninu. Ég hef aldrei reynt það. Má ég taka mark á því sem þeir hafa sagt mér, eða þarf ég endilega að fara að detta í það og sukka og svalla til þess að vita að þeir eru að segja satt? Nei, auðvitað ekki. Ég má alveg taka mark á mönnum sem hafa gengið gegnum þrengingar lífsins. Ég má alveg vita að þeir eru ekkert að ljúga að mér þó að það sé ekki minn reynslu heimur, skiljiði. Og Tómas, einn af þessum, hann vildi bara fá að vita fyrir sem víst, er þetta virkilega svona að hann hafi risið upp frá dauðum? Og af hverju haldið þetta sé? Ég var að veltaði fyrir mér. Getur það verið að þegar Jesús Kristus stendur þarna á meðal þeirra, þá stendur hann sem fulltrúi sáttmálans. Sáttmálans nýja, sem gerði það verkum að fyrir blóð hans þá fengum við fyrirgefningu syndanna. Og takið eftir því sem að sagt í Hebreabréfinu 9, ég ætla aðeins að fá að skjótast þangað með þér. Þetta er einn af þessum köflum sem að ýtir við mér og mér finnst alveg dásamlegt að hafa. Og í Hebreabréfinu kafla 9, og ég held að sé vers 22, þá er einmitt talað svona til okkar. Og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs. Það var nauðsynlegt fyrir Tómas að fá að sjá að honum er fyrirgefið vegna blóðsins sem rann. Þetta er líka til þín og mín. Það fæst ekki fyrirgefning nema með úthellingu blóðsins. Höfum við átt okkur á því. Þetta er sáttmálinn, nýji sáttmálinn sem Guð gaf okkur í Jesú Kristi, og Tómas, hann var að staðfesta þennan sáttmála og Jesús sagði við Tómas, komdu með fingur þína og settu í sárin, komdu með hendi þína og settu í síðusárin. Og hann gerði það. Sáttmálinn klár. En af hverju var verið að reyna að taka sáttmálann í burtu frá Tómasi? Af hverju var vantrúið? Af hverju voru efasemdirnar? Og mér finnst þetta svolítið athyglisvert. Þetta er alveg sama munstur sem ég sé við upphaf nýja sáttmálans. Ég heyri þetta enn í dag. Fólk er mjög gjarnan að segja, já, ég skil nú ekki alveg fagnaðarerindi. Ég skil nú ekki alveg til hvers Jesús var að deyja. Er Guð virkilega svona vondur að hann deyðir son sinn? Myndið þú deyða son þinn? Myndið þú setja son þinn upp á kross, hengja hann á tré og láta hann deyja? Nei, við segjum bara, nei, við gerum ekki svoleiðis. Erum við þá betri en Guð? Því svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf son sinn engilinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Getur það verið að sá skilningur sem að við höfum á þessum málum er að við sjáum ekki alvöru glötunarinnar? Mannkynið, það er á glötunarleið. Af hverju eru stríð í Úkraínu? Af hverju eru bræður farnir að berjast? Og þið vitið það að þegar stríð á sér stað, hvort sem eru rússar eða arabar eða hverjir sem fara í stríð, þá eru drepandi mann og annan. Það falla menn í stríði. Og það er það sem Guð hatar.
Við ráðum eiginlega ekki við okkar hvatir og ykkar illgjörðir og við eigum það til að fara þá leið sem til tortímingar og eyðingar. Og það sagt djöfulinn, hann stelur, hann slátrar og eyðileggur. Á ég að fara þá leið? Nei, ég vil tala á móti stríði. Ég vil tala á móti því að maðurinn hann útrými hvorum öðrum. Ég vil tala með því að við séum til friðar, við séum til blessunar og við göngum þann veg að við eigum samfélag við okkar lifandi Guð og skapara í gegnum Jesúm Krist, frelsara vorn. Og Guð var að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Og við sjáum í annarri Mósebók þegar Guð búinn að opna hafið og taka Ísraelsmenn, þetta var á páskum, í gegnum frá Egyptalandi, í gegnum Rauðahafið og þeir voru komnir í eyðimörkina. Og þá bara auðvitað fríður og engin hætta og fara og farinn og voðalega gaman og nú kemur bara mannakornin rignandi niður á himni og það hægt að éta korni af sandinum og bara allt saman sælt og blessað. En ef við komum í aðra Mósebók og ég ætla bara að benda ykkur á, ég lít þannig á að hér séu bara dæmi það þegar á að eyðileggja sáttmálana sem Guð að gera. Og við förum í aðra Mósebók og ef við farum bara í 17. kapitulan einhvers staðar þar og þá talað það að Móse komin út úr eyðimörkinni. Og allt í einu þá mæta honum heilmikill herskari, eru kallaðir Amalekítar. Og þessi herskari Amalekíta, þetta 17. kapitulinn, þeir eru komnir þarna til Refidim og þeir ætla að fara á móti Ísraelsmönnum og hindra eyðimörkurgöngu þeirra, þeir mega ekki komast til fyrirheitna landsins. Og veistu hvað Amalek þýðir? Þetta stórmerkilegt. Amalek þýðir dalbúi, sá sem býr í dalnum. Og hafið tekið eftir því að við eigum 2 sálma, bæði Davíðs sálm 15 og Davíðs sálm 24 sem tala hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að gista á hans helga stað. Þið vitið, það eru sálmandir, þeir að segja við okkur, förum upp, ekki vera í lægðinni, ekki vera það sem að lágkúran niður í dalnum. Það nóg af því í dag hjá okkur. Amalekítarnir mæta Móse og við sjáum að Móse segir við Jósúa, vel oss menn, fara út og berst við Amalekíta. Á morgun mun ég standa efst uppi á hæðinni. Þangað eigum við að fara. Efst uppi á hæðinni. Og hafa staf Guðs í hendi mér. Jósúa gjörði sem Móse hafði sagt honum og lagði til orustu við Amalekíta og þeir Móse, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Þá gjörðist það að alla þá stundir Móse hélt upp í hendi sinni veitti Ísraelsmönnum betur. Þetta alveg stórmerkilegt. Og þegar hann lét höndina síga veitti Amalekítum betur. En með því að Móse urðu þungar hendurnar tóku þeir stein og létu undir hann og settist hann á steinin. En þeir Aron og Húr studdu hendur hans sinn á hvora hlið og héldu þannig hendur hans stöðugt allt til sólarlags. Áður en sáttmáli var gerður við Ísraelsmenn, þá var reynt að eyðileggja. Eftir að sáttmáli var gerður hinn nýji, þá var Tómas í Eva og vissi ekki hvað hann átti að gera. Og við getum alveg séð að þetta eru hliðstæðar myndir sem þarna eigur sér stað. Og þá komum við að þessu mönnum. Hvað þýðir Aron? Hvað þýðir Húr? Af hverju voru þeir til sitt hvora handar? Og það svo athyglisvert að Húr þýðir frelsaður, frjáls. Hann hélt upp í hendi drottins. Og hvað erum við ekki að gera á samkomu hérna hjá okkur? Við erum að standa upp og lofa Guð og við höldum upp í hendi þeirra sem frelsaðir eru og við lofum drottina þann hátt. Hvað þýðir Aron? Aron þýðir hinn upplýsti eða fjallgöngumaður. Þeir héldu sitt hvori hendinni uppi og Móse hann bað og Jósúa vegnaði vel. Hvað ætlum við að gera í þessum kringumstæðum þegar við erum sáttmálabundin við drottin okkar og frelsara, Jesúm Krist? Ætlum við að leyfa okkur að vera í þeim hópi
sem höldum fast fram sáttmála táknunum sem einkenna sáttmála Jesú Krist. Og ég vil segja þetta við ykkur. Ég held að skipti mjög miklu máli að við áttum okkur á að sáttmálarnir sem við erum með, bæði gamli og nýji sáttmálinn, hann kennir okkur meðal annars hver staða karls og konu í okkar samfélagi. Hvað á konan að gera? Þið vitið það, bræður, við verum aldrei mæður. Við gleymum því. Það þýðir ekki að gera þá kröfu að ég geti verið kallað móðir. Það er heldur ekki rétt hjá konunni að kalla sig mann eða föður. Og það er þetta sem skiptir máli. Guð hefur ekki þar með sagt að þetta sé óæðra heldur en hitt, heldur að við lærum það jafnvægi í sáttmálunum sem Guð hefur látið þar inn. Og það skiptir rosalega miklu máli að við þekkjum mörkin. Við heyrum í dag að vandræði samtímans eru fólkin í því að menn þekki ekki mörkin. Það er ekki lengur mörk milli kynja. Það er ekki mörk milli þess hvort það er drengur eða stúlka. Það er ekki mörk milli þess sem við erum að sjá að eru mannréttindi. Það er öllu stift saman og búið til ykkur grautur og það er eiginlega engin mörk á þessum svæðum okkar. Hvert er hlutverk föðurins? Hvað eru feðurnar að gera í heimilunum? Hvernig er staða heimilun í dag? Getur verið að við séum með svo marga hjónaskilnaði vegna þess að feður, þeir hafa mist sjónar á mörkum sínum. Þeir viti ekki til hvers við erum. Vitið þið að það er krafa á okkur að við séum konum okkar trúir. Er þetta eitthvað nýtt? Er þetta ekki eitthvað sem að þjóðfélag þarf að heyra? Í dag erum við komið með mörkin þar sem að menn ráða bara því hvort þeir eru í lausu sambandi eða opnu sambandi eða hvað sem er. Mörkin eru öll að þurrkast út. Hvað gerir kirkjan? Hvað gerir söfnuðurinn? Eigum við að hafa mörkin hjá okkur? Ég trúi því að Tómas postuli, hann fekk að læra það þegar hann kom við síðusárin, það eru mörk. Og það skiptir mjög miklu máli þegar Móse var að biðja. Það eru mörk. Við erum ekki í því liði sem á að tapa fyrir vantrú eða vera óupplýst. Og Jesús Kristur, hann kendi lærisveinum sínum, hvort það var Tómas, eða þá voru þeir bræðurnir í Efesus, eða það fara til Emmausar. Þetta voru bræður sem allir fengu að vita hvað Guð hafði sagt. Hvað segja spádómarnir? Hvað segir við gagnvart því? Eigum við aðeins athuga líka eitt vers fyrir daginn í dag. Mér finnst það rosalega merkilegt. Páll postuli, hann teppir þessu fram sem rökum. Fyrra Kórintubréf 10. Þá einmitt kennir hann okkur, og gott fyrir okkur sem ætlum að vera kristin og ganga Guðs veg. Það er gott fyrir okkur að vita þennan kafla. Fyrirboði og viðvörun er yfirskriftin. Og ég vil ekki að þessu skuli vera ókunnugt að feður voru allir undir skýjunu og fóru allir yfir hafið. Og hvað segir hann svo? Förum í 7. versið. Þessi hlutir hafa gjörst sem fyrirboðar fyrir oss, til þess að við verðum ekki sólgnir í það sem illt er. Og Páll tekur gömlu sögurnar og gamla testamentinu, gamla sáttmálanum, og einmitt kemur með þessa fyrirboða. Megum við sem söfnuðu lifanda Guðs rifja upp þessar sögur, hjálpa hvoru öðru að sjá hvernig Guð og Guðs tilskipan hefur verið. Sjáu þið 11. versið. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar. Merkilegt. Við erum ekkert mikið að tala um þetta og við jafnvel teflum því fram að náð Guðs sé svo mikil að við eiginlega megum gera allt og það eru engar reglur í Guðs ríkinu. Það eru bara reglur og það eru bara lög. Það er til lögmál syndar og dauða og það er til lögmál náðar, fyrirgefningar og náðar. Trú hefur líka lögmál og við skulum ekki halda það að við séum fyrir utan lögmálið. Má ég bara benda ykkur á hvernig reglur hafa farið að skolast til hjá okkur. Við erum ekkert betri heldur en aðrir. Reglur skolast til hjá okkur líka. Þetta fara með ykkur inn í bréf Páls postula til Tímóteusar og Títusar.
Og Páll postuli, hann hérna að tala við okkur gríðarlega merkilega þátt. Hann talar karl og konu. Og hvað hefur hann við okkur að segja? Í fyrra Tímóteusarbréfi, 3. kapitulunum, þá segir hann þetta við okkur sem að ég held að eigi bara mikið erindi við okkur. Það orð satt að sækist einhver eftir biskupsstarfi, þá gerist hann fagurt hlutverk. Og svo heldur hann áfram og bendir á, biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindisamur, hólátur, háttprúður, gestrisinn, góður fræðari, ekki drykkveldur, ekki ofsafenginn og svo framvegis. Þetta krafa biskup og öldung. Erum við að draga þetta fram? Erum við að láta þetta óma hjá okkur? Hvað myndi Jesús gera hjá okkur? Ef við myndum segja eins og Tómas, já, ég tek nú ekki mark á þessu, þetta nú svo gamaldags. Og Jesús kæmi hérna á meðal okkar, myndi hann segja, heyrðu Snorri, komdu nú, sjáðu þetta. Myndi hann leiðrétta mig? Myndi hann hjálpa mér til þess að koma réttum grunni á? Myndi ég fá kennslu frá Jesú Kristi og hann myndi segja, heyrðu, þetta rétt sem Páll postuli segir. Og sjáu þið hvað hann segir aðeins á undan, það svolítið athyglisverður þáttur, þegar hann talar ekki leyfi ég konu að kenna, þetta 12. versið í 2. kapitula, ekki leyfi ég konu að kenna að taka sér vald yfir manninu. Þetta mjög áleitið spurning. Erum við búin að fjarlægja þessa skoðun? Má kona alveg kenna? Má kona alveg taka sér vald yfir manninu? Og við segjum, já, við erum náttúrulega jafnrétti sinnuð og það eru jafnréttislög í landinu. Já, alveg rétt. En erum við að taka eitthvað rétt af konu þegar við byggjum hann að fara eftir orði Guðs? Og svo segir hann, því að Adam var fyrst myndaður síðan Eva. Adam lét ekki tælast, heldur lét konan tælast. Og Páll dregur upp þessa mynd og segir þá, konan gjörðist brotleg. En hún mun hólpi verða sakir barnsburðarins. Að hún fæddi Jesum inn í heiminn. Að hún trúir á hann. En henni ekki ætlað að taka vald í kirkju og í söfnuði. Þetta mjög athyglisverður þáttur. Og sjáu hvað þetta athyglisvert með í framhaldi af þessu orði, þá kemur Páll postuli með stöðu biskupsins. Og hann hikar ekki við að segja, biskup á að vera einkvæntur. Vitið hver staðan hjá okkur í dag, í hvítusunarhreyfingunni? Það til nokkra konur sem eru öldungar, og setja inn sem öldunga. Og vitið meirhluti þeirra sem hafa verið settar inn sem öldungar eru fráskildar konur. Af hverju eru við komið þangað? Eru við hætt að taka mark á því sem Biblían segir? Getur það verið að við stöndum í sömu sporum og Tómas stóð þegar hann sagði, nei, ég tek ekki mark á því fyrir ég fæ að sjá? Getur verið að við séum í sömu sporum og lærisveinarnir á leiðinni til Emmausar, nei, þetta ekki hægt, við tökum ekki mark á því, og Jesús segir við þá, þér vantrúa, heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem ég sagt ykkur. Komum í Títusarbréfið. Sjáu hvernig tilskipunin kemur fram frá Páli postula til Títusar, og ég get ekki sagt annað heldur en að ég held þetta eigi erindi til okkar. Ég held þetta eigi erindi til okkar, og vitið það hverju? Ég held að við séum söfnuðu Guðs, við séum kölluð til að hafa skikkan Guðs á málunum. Eins og Guð hugsar málin, það verði reglan á meðal okkar. Ekki eins og ég segi, eða eins og hinn og þessi kennir, heldur eins og orð drottins talar Og þegar Móse stóð frammi fyrir þessum freistingum, ekki bara að fara niður í dalinn, ekki bara að vera meðal Amalekíta, þetta ekki allt í lagi að þeir bara verði með okkur? Nei, þið verðið minn líður. Og það kostaði átök og það kostaði baráttu. Og Móse, hann var lengi dagsins með upplyftum höndum að biðja fyrir þjóðinni. Og það það sem við erum kannski að gera líka. Við erum að biðja fyrir íslenskri þjóð af því að hún hefur vilst af leið. Hún ekki lengur þjóðin sem tekur mark á orði Guðs, og þetta læðist inn til okkar.
Títus fær orð frá Páli postula. Fyrsti kapitúli. Þá segir hann í 7. versinu: öldungur á að vera óaðfinnanlegur. Sjáu ykkur hérna inni sem óaðfinnanlegur. Ég ætla ekki að ég utanvelt það. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur, á að eiga trúubörn sem eigi eru sökuð gjálífi eða óhlýðni, því að biskup á að vera óaðfinnanlegur þar sem hann ráðsmaður Guðs. Hann á ekki að vera sjálfbyrgingur, ekki bráður, ekki drykkveldur, ekki ofsafenginn, ekki sólginn í ljótan gróða. Hann sé gestur í sinn, góðgjarn, hólátur, réttlátur, heilagur og hafi stjórn á sjálfum sér. Af hverju ætli þetta sé í 2 bréfum Páls postula í Nýja testamentinu? Er það vegna þess að þetta er úrelt orð, eða er það vegna þess að þetta er tilskipun Guðs? Þetta er leiðin sem Guð hefur ætlað þér og mér. Getur verið að þetta sem við þurfum að fara að endurvekja hjá okkur, það er skilningurinn okkar á hlutverki karls og konu, trúaða og ótrúaða. Hlutverki þess sem ætlar að ganga veg Jesú Krist og vera orðsins megin, eða þeirra sem vilja bara hafa religión eða trúa reglu og síðan ekki söguna meir. Mér finnst ákaflega mikið í það varið að geta sagt, eins og talaður í Tímóteusarbréfinu, aðeins að rifja það upp, að við höfum hvorki blett né hrukku. Því að það er talað brúði drottins Jesú, að hún hafi hvorki blett né hrukku. Og það er svolítið athyglisvert þetta orð með blett. Blettur sem notaður í grísku, það er svona frekar að vera eins og moldarblettur. Það er skítug föt og þið sjáu krakkana okkar sem eru að leika, þau eru öll í blettum ef þau eru búin að vera úti í drullunni. Og þeim finnst rosalega gaman að vera í drullunni. Og ég heyri það eftir lækni nokkrum, Páli Kolka. Hann sagði það 2 sem ég þoli ekki, sagði hann. Ég þoli ekki skítuga hunda og hrein börn. Og menn voru svolítið hissa, ég vil hafa skítug börn og hreina hunda. Og þetta er einmitt eitt af þessum heilbrigði sem kemur inn til okkar, meðan börn eru lifandi og kröftug, þá eru þau drullug. Þau eru skítug og þetta er ekki allt í lagi. Þá eru þau heilbrigði. Þetta er vottorð heilbrigði. Brúði Jesú Krist. Þegar talað hana hérna, þá er líka sagt að hún sé án bletts eða hrukku. Og gleymdu því ekki. Við sem söfnuður Jesú Krist, við erum brúður drottins Jesú Krist. Án bletts eða hrukku. Göngum þannig fram í okkar trúrækni og okkar trú að það sem við gerum, það sé gagnrýnislaust, það sé samkvæmt orðinu. Þá látum við það koma fram. Við viðurkennum Jesú Krist sem drottin okkar og frelsara. Við viðurkennum að sárin á hendi og líkama hans voru vegna okkar. Því að það sem við höfum til unnið kom niður á honum. Viðurkennum líka að barátta sem við eigum í, hún er við þessar skoðanir heimsins það meðal annars að þú þurfir ekki að taka mark á orði Guðs. Og jafnvel þær skoðanir sem ýta við okkur og koma óþægilega við okkur að því við erum búin að gleypa svo mikið inn á nútíma kenningum að við reisum upp það hermerki drottins. Við leyfum orði Guðs ráða. Veljum okkur öldunga samkvæmt orði Guðs. Veljum okkur stjórnsafna samkvæmt orði Guðs. Leyfum söfnuðunum að vera hreinum og klárum samkvæmt orði Guðs. Því að innan skams þá mun Jesús Kristur koma á skýjum himins, í mætti og í veldi og í mikilli dýrð, og þá vill hann hafa þig á réttum stað. Hafðu ekki áhyggjur af þínu stað. Guð mun vera með þér. Guð mun taka við þér. Guð mun hjúpa þig og vernda þig og varðveita. Vertu kona, þú sem ert kona. Vertu karl, þú sem ert karl. Látiði orð drottins leiða ykkur áfram og varðveitiði líka að við eigum ákveðna stöðu í tilverunni sem Guð setti inn. Ekki vanvirða gjafir Guðs. Ó þér heimskir í hjarta og tregir til að trúa.
átti ekki Kristur að líða þetta og deyja. Hafði ekki Guð sett þetta svona fram. Og vitið þið, þjáningar okkar, það sem við lendum í, það er ekki vegna þess að Guð er að senda þetta á okkur. Það er vegna þess að Guð vill gera sér dýrlega þar sem við erum. Og hafði ekki áhyggjur, þjáningar þínar er ekki eilífar. Frelsun þín getur verið eilífð. En ef að þú velur ekki Jesúm Krist, þá er þér lofað að þú verðir í eilífum þjáningum. Þú hrekist frá einni plágu til annarar, eins og Hallgrímur Pétursson segir. Guð hjálp okkur og varðveiti að við séum orðsins megin. Heyri amen við því. Ég ætla að fá að enda þetta með bæn, drottinn minn. Þakka þér fyrir að við mögum vera hér samankomin og við mögum gera okkur grein fyrir vilja þínum. Að skikk skaparans megi vera yfir okkur. Reglur þínar megi vera reglurnar sem við aðhyllumst. Lögmál þitt megi gera okkur vitra og við mögum skynja það, drottinn minn, hvaða er sem við þurfum að eiga. Og ég bið fyrir áheyrendum mínum. Hvort sem þeir eru fyrir framan sjónvarpið eða tölvuna eða hér inni, drottinn minn, að við frelsust með því að taka mark á orði þínu. Verði þinn vilji, tilkomið þitt ríki, í Jesú nafni. Amen. Drottinn Jesús Kristur blessi ykkur ríkulega. Gjörðu svo vel því sem að viljið enda samveru stundina. Bara syngjum að lokum kórinn aftur, Father God. Og ef þú vilt fyrirbæn hérna í dag, endilega komdu þá og leyfðu Guði að mæta þörfinni þinni. Í Jesú nafni. Father God, I give all things and praise to you. Father God, my heart I humbly raise to you. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. Father God, I give all thanks and praise to you. Father God, my hands I humbly raise to you. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. Hallelujah, 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 hallelujah. Takk Jesus. Við erum hér, svo förum við í kaffi á eftir, að drottinn megi vera með okkur og gleymið því ekki. Við erum að ganga til fundar við drottinn, Jesú Krist.